Góðan dag. Þá komið efni fyrir 3 vikur. Núna komin svona dökkrænn litur á þetta. Við skoðum bara það sem nýtt er. Það bættist hérna við umfjöllun reglu Pýþagórasar og reglu Þalesar. Og svo ætlum við að skoða hornaföllin. Og ég ætla að skanna þetta bara svona hratt og skrifa síðan bara fyrirlestur nótur og blað. En við erum búin að sjá það að við getum kvarðað strik og línur. Og svo eru svona línur sem búið að kvarða, kallaðar talnalínur, og ef að línan er samfelld þá köllum við hana rauntalnalínu. Og hér er þá dæmi rauntalnalínu. Og síðan er þetta svona grunnskilgreining. Við skilgreinum þetta þannig að við höfum einhverja tölu x sem hægt er að ánafna einhverja fjarlægð og við verðum að miða við 0-punktinn. Og ef við erum til dæmis að horfa á rauntalnalínu sem liggur austur-vestur, þá þurfum við að komast að einhverju samkomulagi og þá segjum við að x er bara lengd sín með jákvæða formerki. En ef að x er vestan við 0-punktinn eða vinstra megin við hann, þá tökum við lengdina og setjum mínus á til þess að komast til vinstri. Þannig að plúsar og mínusar gefa til kynna stefnur. Og hér er nú bara verið að tala um það að það er að stilla rauntalnalínum upp hvernig sem við viljum. Hér er hún lögð lóðrétt og hér er hún lögð lárétt. Hér er 0-punkturinn, við mælum frá honum, þannig að punkturinn heitir A og hann liggur hægra megin við 0. Þá er A nákvæmlega bara þessi mæling, fjarlægðin frá 0 að punktin. Nú ef að punkturinn heitir B og liggur vinstra megin á rauntalnalínunni við 0, þá táknum við hann svona, mínus lengdin. Svo er það sem að frakkarnir, Fermat og Descartes gerðu. Þeir smíðuðu fyrsta hnitakerfi að því vitað er. Og þetta er oft kallað kartesískt hnitakerfi í mörgum erlendum tungumálum. En menn vita það þó núna að Descartes var á undan, Fermat var á undan. Fermat var að mér minni svona 10 árum eldri en Descartes. Hann kallar svona hóvar og indæll maður og stundaði starffræði svona á kvöldin þegar hann var búinn að hátta börnin og svona. Nema hvað, þar virðist oft vera þannig í raunvísindum að sama hugmyndin sprettur upp svona frá sama ranni hjá fleirum en einum í einu. Þá byrjum við svona, við höfum þá þetta 0 sem mark þetta 0 hér á láréttu línunni og þetta 0 hér fyrir 0 á lóðréttu línunni og réttinn hnitakerfi fæst þegar við reisum lóðlínu á, við skulum segja, bara láréttu línuna, það skiptir engu máli hvernig það er hugsað og það er náttúrulega kvarðaðar út frá sama 0-punkti, þannig að þetta er 0-punkturinn. Ef við höfum einhvern punkt í sléttunni, þá sjáum við fyrir okkur að ef við leggjum hnitakerfi á hana með velskilgreindu 0-punkti, þá þurfum við ekki annað en að fella lóðlínur frá punktinum á hvora línu fyrir sig. Það er að segja þessi við köllum x-ásinn og þessi við köllum y-ásinn. Og nú ætlum ég bara að skrifa á blað. Þegar hugmyndin er sú þegar búið er að kvarða, og þetta er bara fínt samkomulag að gera nákvæmlega þetta og við getum það og við getum kvarðað og það skiptir engu máli hvort þetta eru hvort við skiptum stríki eða kvarða upp í oddatölu fjölda bíla eða sléttölu fjölda, við kunnum það núna. Og þetta er oft kallað y-ásinn, þetta er x-ásinn og ef við tökum bara punkta handahófi P, þá þurfum við að gefa honum hnit. Og það gerum við með því að fella lóðlínu hér á x-ásinn og svo fellum við lóðlínu hér á y-ásinn. Ef hann liggur þarna í svokölluðum fyrsta fjórðungi, þá mælum við þessa lengd hér
Þetta köllum við X, þetta köllum við Y og hér mælum við lengdina, hér höfum við kvarðan, við mælum alltaf lengdirnar á hnýta og svona. Og það sem að Y er fyrir ofan núllið, þá séum við Y er tölugildið af Y. Og það sem að X er hægra megin við það sem að, við skulum kalla þennan O, þennan stóra X og þennan punkt skulum við kalla stóra Y. Þannig að upsilon er OY og X-ið er OX, litla X-ið. Og hérna fær þetta hreinlega lengd OX og Y-ið, kannski fallir að skrifa það svona, það er lengd OY. Frá punkti 0 til. Já, mælum síðan þetta. Og nú höfum við rétt skil. Ef við hefum tekið punkt til dæmis, segjum hérna einhvers staðar, þá sjáum við að þessi punktur hérna, við skulum líka kalla hann bara X. X er breyta hjá okkur. Svo fellum við lóðlínu á lóðrétta ásinn. Nú myndum við mæla lengd þessara lóðlínu sem X er jafnt og lengdin hérðan og hingað. En við þurfum að gefa til kynna í hvor áttina við vorum að fara. Við vorum að fara til vinstri eða vestur. X. Og sama hér. Hér höfum við eitthvað punkt P, við fellum lóðlínu hingað og mælum síðan hér. Hér höfum við með kvarðan. Og við fórum hátt upp. Þetta er punkturinn Y í þessu tilvíki. Y-ið hér núna er náttúrulega lengd. Þessi lengd hér, en við verðum að setja plús af því við förum upp. Og svo sleppum við að skrifa plúsin yfir lengd. Nú, þannig eru hnítin hugsuð. Og ef við setjum nú inn tölur eins og við erum bara vön. Og setjum hérna jafnvel að kvarða á þetta. Þá höfum við hér 0,0. Og hérna höfum við -1, -2. 1, 2, það er það lóðréttamælingar og svo 1, 2, 3, hérna, -1, -2, -3, þetta er ekki nýtt fyrir okkur. Og ef við veljum þennan punkt hér, hvernig hann P, þá lesum við hérna til lagi, við fellum lóðlínu hér á Y-ásinn. Og þá skráum við fyrst að Já. Eða afsakið, það hefur verið slökkt á mér, ég skal renna hratt yfir þetta aftur. Og því að renna bara hratt yfir það sem ég var að segja. Og ég klikki þetta bara framan af, við setjum þetta innpann. Það sem ég var að segja hér er að við getum skilgreint hnitakerfi með því að kvarða strik.
Og ef við viljum hafa þetta samfelldar mælingar, það sé engin göt á rauntalarlínunni þá, eða öllu heldur línunni, þá köllum við rauntalarlínu. Það er auðvitað hægt að hafa aðra gerðir af línum sem er það ekki samfelld. Þannig að þetta hér er rauntalarlína. Og svo getum við náttúrulega líka snúið línu hvernig svo sem við viljum. En þetta er góð hugmynd. Að það er að taka tvær línur, líta svo á að það sé engin göt á henni og svo kvörðum við þær. Og hér setjum við bara grind og hér er til dæmis bara bil á milli barða í einhvern skilningi 1. Það eru einingarlausar stærðir. Það sem ég var að segja áðan er að við tökum punkt að handahófi, hann er hnitalaus í byrjun, bara í evklísku sléttunni, leggjum grind á sléttuna, að þá getum við núna gefa honum nákvæma staðsetningur hreinlega með því að fella lóðlínu hér á lóðritásinn, þá fáum við punkt í. Svo fellum við lóðlínu á lóðritásinn, þá fáum við punkt X og svo mælum við þetta hér og X. Og almennt er X-ið bara eins og við byrjum á því að mæla það hér, þannig og hingað. Þannig að X er einhver mæling af því hvað er langt frá núlpunktinum. Og svo sögðum við að ef að X-ið er hægra megin við 0, eða sem sagt þetta stóra X er hægra megin við 0, þá mælum við lengdina bara beint. Í tilvikinu hérna, þá lendir punktur vinstra megin hérna við núlpunktinn frá sjónarhóli láréttu-línunnar, sem við köllum þá bara X á sinn. Og þá verðum við að sé gott og vel, við notum áfram bara X, af því við nýtum á þetta sem breytur. Þá tökum við lengdina, og það er það sem þetta hérna táknar, og svo setjum við mínus á lengdina til þess að tákna í hvað átt er verið að fara. Við þekkjum þetta nú svo sem frá fornu fari. Hér rákum við niður punkt, það er P, og svo þegar við ætlum að skilgreina með hnitum, þá fellum við lóðlínu. Við fellum lóðlínu á lóðritásinn og fellum lóðlínu á láréttásinn og svo seinlega mælum við. Hér fáum við mælingu, hún er til hægri með við 0, þannig við skrifum þrist. Og aftur á móti þurfum við að fara niður hér þegar við mælum. Lengdin er 2 og svo setjum við mínus þess að tákna það fóru niður. Þetta er fín hugmynd. Þannig að það er alveg sama hvaða punkt við veljum. Við getum núna gefið hnit. Og svo var ég komin hér að áður lengra en haldið, þá langar mig að tala aftur dæmi sem við leystum í MATLAB síðast. Að við verðum að skila af okkur dæmum af þessari gerð hérna. Við verðum að sýna. Við eigum að sýna, að tiltekið jafna sér sönn. En það er rétt. Og jafna sem voru með svona AX plus BI í öðru veldi. Jafnt og, bara BX mínus AI í öðru. Við erum að sýna þetta sé A í öðru plus B í öðru. Sinnum X í öðru plus Y í öðru. Þegar við erum beðin að leysa svona, þá er þetta hérna ekki rétta leiðin. Það er að byrja svona með vinstri hliðina. Við gerum það frá plusið. Það er að byrja með vinstri hliðina og segja AX plus BI plus BX minus AI í öðru er jafnt og A í öðru plus B í öðru sinnum X í öðru plus I í öðru. Margvalda svo upp úr svigum vinstra megin. Þá fáum við AX allt í öðru plus 2 AX BI plus BI í öðru. Þetta er bara fællingsregla summum, margvalda bara upp úr svigum. Og svo höldum við áfram BX í öðru mínus. Þessi líður koma fyrir tvisvar við margvöldum på svigum. Og þá fáum við BX AI og svo lokum plus AI í öðru. Og svo skrifa menn alltaf hægra megin það sem hér stendur. Það er rangt að gera það. Ástæðan fyrir því er svo að þá erum við að gefa okkur niðurstöðuna. Við erum að gefa okkur að það sé satt sem við eigum að sýna sé satt. Er þið með? Ég má ekki segja að þetta hérna sé þetta. Nú held ég áfram. Ef ég skrifa alltaf vinstri hliðan upp, þá er ég að gefa mig niðurstöðuna. Það vill svo til að þetta er sönn jafna. En við erum að sýna með svona skynsamlega rökum að
hún sé sönn. Og svo held ég áfram vinstri hliðina, þangað til að þetta orðið eins vinstra megin og báðum megin. Aftur ítrykka ég að rangt að gera þetta. Þá er maður að gefa sér niðurstöðuna. Það sem ég má gera hins vegar er að segja, ég ætla að reikna bara út vinstri hliðina. Ég ætla bara að skilgreina það sem hérna stendur. Þetta kalla ég bara vinstri hlið jöfnu. Svo reikna ég bara upp úr því og þá fæ ég liðastærðir sem ég gerir svo lítið með, nema ég get síðan reiknað upp úr hægri hliðinni. Og ef þetta tvennt er eins og samkvæmt samsömmunarreglunum, þá er vinstri hliðin eins og hægri hliðin. Þannig að við reiknum upp úr þessu, höldum bara áfram. Stundum tekst mér með beinni leiðingu, þar að segja, með að nota þetta jafnaðarmerki, að fá út hægri hliðina. En það er ekkert alltaf auðvelt. Reiknum bara áfram og hér fáum við a í öðru, x í öðru, pluss 2ax b í, pluss b í öðru, í öðru, pluss b í öðru. Og ég er komin hingað. Fæ ég b í öðru, x í öðru, mínus 2. Og svo getur ágætt að raða upp í stafrófsröð. Það hafa hérna a, b, x, y. Það kannski hjálpa mér að sjá hvað styttist út. Markvöldun rauntalnar víxlin. Og þá kannski er ekkert vitlaust að gera það hér líka. Það ræða þessu bara í stafrófsröð. Þá fæ ég a, b, x, y. Þannig að ég ætla að laga þetta til. A, b, x, y. Svo því ég læti ykkur hafa lausnir af þessu, þá nota ég liti. Mér finnst það bróft gott eða mikið af jöfnum að lita suma bókstaf, öðrum finnst það ekki gott. Svona, ég er ennþá bara með vinstri hliðina. Og nú sé ég, og vona ég eitthvað styttist út, ég sé að 2abxy, og hérna eru 2abxy, þetta styttist út, eða þetta liðast burt, og þá getur ég haldið áfram, og fæ hér a í öðru, x í öðru, tek bara til, og ég ætla núna að skrifa þennan hérna lið á undan, framlagninga í víxlin, pluss b í öðru, x í öðru, og kannski punkta maður hjá sér og leið maður að vinna, þessi er búinn, þessi er eftir, og tökum þá næst, pluss b í öðru, y í öðru, pluss a í öðru og y í öðru. Og nú þarf ég að hafa auga fyrir dreifireglu. Ég ætla sem sagt, bara svona því ég byrjaði að vinna, þá hef ég greinilega ákveðið að reyna að fá bara út hægri hliðina, ekki gefa mér hann. Þess sé ég að ég get hugsað þetta sem styrkstærðina, þar sem að ég hef x í öðru og x í öðru í þessum tveimur liðum, ég hef y í öðru og y í öðru í þessum tveimur liðum. Og þá betum við dreifireglu. Ég ætla að taka x í öðru út fyrir sviga í þessum tveimur liðum. Þá hef ég a í öðru pluss b í öðru og ég tek x í öðru út fyrir sviga. Og sama hér, ég sé í öðru ef þáttur í báðum liðum og þá get ég beitt dreifireglu og teki í öðru út fyrir sviga. Og þá fæ ég, og kannski þennan hingað og þennan hingað. Þá fæ ég a í öðru pluss b í öðru og hér stendur í öðru. Og aftur þarf ég að horfa. Nú er ég með tvær liðastærðir. Þetta er einn liður, þetta er annar liður. Í þessum lið eru tveir þættir. Hérna er einn þáttur, hérna er annar þáttur, hérna er einn þáttur, hérna er annar þáttur. Og í þessum þætti eru tvær liðastærðir. Bara svona upp á orðfæri. En hvað myndum við gera núna? Við erum alltaf að leita því sem sameiginlegt er. Sjáum við sameiginlegan þátt í þessum tveimur liðum. Hann blasir við. Og þá megum við nota dreifiregluna og segja, ég tek a í öðru, bara vinstra megin, b í öðru, út fyrir sviga, hvað stendur eftir, x í öðru, pluss y í öðru, punktur. Eða, en betra, hægri hliðin er komin. Ég er búin að sýna að vinstri hlið er nákvæmlega það sama á hægri hliðin. Þessi regla hér er mjög mikilvæg. Við ætlum nefnilega að nota hana eftir, sýna ykkur hvar við höfum til dæmis mest not fyrir hana.
Ef að A er til dæmis kósinus af þeta, við skulum segja B, sínus af þeta, X-ið er kósinus á einhverju öðru horni, það hafa það bara phi, og Y-ið er sínus af einhverju öðru horni, phi, þá segir vinstri hliðin, þessi hérna, ég skrifa nú bara upp það sem í henni stendur, þá er A, X plus B, Y, þá setjum ég bara annað veldið á eftir, plus, ég ætla að hafa bara AI á undan núna, mínus BX, skiptir ekki máli hvort ég skrifa undan af því að þegar við margföldum upp á svígum þá, já, ástæðan er þessi, mínus X í öðru er mínus 1 í öðru, sinnum X í öðru, sem er X í öðru. Mínusinn í svíga, við gildir einu. Þetta sem við kortum núna vinstri hlið, nú ætlum ég bara að raða inn í hana. Það er þessi hugmynd við erum alltaf að æfa okkur í. Fyrst höfum við algebrulegar jöfnur, eitthvað sem er alltaf satt. Síðan getum við prófað eitthvað sem við erum að nota á jöfnurnar. Allar jöfnur sem er í bókinni skipta máli. Þannig að við setjum núna bara inn það sem hér segir A, ég á að skrifa A þá, B, við gefum X, ég á að skrifa cos þeta cos phi, plus sin þeta sin phi. Ég ætla þá að skrifa nákvæmlega það. Cos þeta cos phi og svo plus sin þeta sin phi. Þetta á ég setja annað veldri. Plus A cos þeta sin phi mínus bx verður þá sin þeta cos phi. Skrifa það. Cos þeta sin phi mínus sin þeta cos phi. Sin þeta cos phi. Svona, öðru veldi. Hvað svo sem þetta er, þá veit ég að þetta verður bara 1. Vegna þess að, það verður upp á eftir, að cos þeta í öðru plus sin þeta í öðru er 1. Cos phi í öðru plus sin phi í öðru er 1. Þannig að þetta gefur mér eitthvað samband sem skiptir máli. Það vill reynda til, og við möttum að komast að því síðar, að þetta hérna er cos þeta mínus phi. Þetta er mismunur hornanna. Og þessi liðastærð hér, síðan þetta brjótu, cos þeta sin phi mínus sin þeta cos phi, það er sínus af sömu stærð. Þannig að þetta þýðir að cos þeta mínus phi, þetta er í öðru, plus sin þeta mínus phi í öðru, það er 1, eins og gildi. Við fáum þá hérna aljöfnu sem gildi bara alltaf hornaföll, alveg sama hvað hornið heit. Ef þið munið ekki þessar reglur, þá er það allt í lagi. Við eigum eftir að fara yfir það. En þetta er sem sagt grunnjafna í hornaföllum. Og þessi þriðji kafli snýst það að reyna að ná tökum á þessu, ánvist þá að, svindla. Að gera þetta frá grunni. Fyrir það fyrsta, þá þurfum við reglu Pýþagórasar. Hún er undirstöðuregla í stærðfræði. Ástæðan fyrir því að við veljum að vinna í réttindum hnitakerfi er fyrst og fremst út á reglu Pýþagórasar. Regla Pýþagórasar. Hún segir að ef við höfum þríhyrning sem er hornpunkta A, B, C, við tákna það svona. Og svona segja A hérna, B hér, C hér. Þá venja að láta hliðina sem veita á móti horninu A heita litla A og hliðina sem veita á móti horninu C heita litla C og hliðina sem veita á móti horninu B eða hornpunktinum B, við ætlum að vera nákvæm, heita litla B. En allavega C, það er
þetta strik. Við gerum alltaf ráð fyrir formerki eins og áður. Og A er þetta strik. Og B er þetta strik. Þegar maður skrifar þríhyrning, og tekið fram í fleiknótunum, þegar maður skrifar þríhyrning svona, við segja þetta frekar, er rétthyrndur þríhyrningur, þá gildir þessi regla að skammhliðarnar, að ferningstölur þeirra samanlagðar, það verður C í öðru. Þetta þýðir að við eigum að reisa ferninga. Við eigum að reisa ferninga á hverri hlið. Það er það sem reglan segir. Hér er ferningur og hér er ferningur. Þannig að svo er hérna eitt lítill skratti. Nema hvað að þetta flatamál hér, A í öðru, ef ég legg það við B í öðru, þá verður það alltaf C í öðru. Og þetta getum við notað til þess að mæla fjarlægðir síðan á milli punkta. En við verðum að sjá tímann að þetta er alveg satt. Við skulum bara sanna það á einhvern einfaldan hátt. Og ein leið til þess að gera þetta er þá kannski bara að byrja með ferning. Við skulum búa okkur til ferning. Hérna, hér. Og hann hefur hliðalengdir C, hann er flatamálið C í öðru. Og ég ætla að innrita hann í annan ferning. Það segja að þetta sé A, þetta sé B. Nú, þá er þetta A og þetta er B. Þá er þetta A og þetta er B. Þá er þetta A og þetta er B. Það er að segja, hliðalengd stærri ferningsins er summan A plus B. Við kunum að reikna flatamál. Við getum hort á þetta á fyrir einn hátt. Við sjáum til dæmis að heildar flatamál þessa ferningsbláa hlýtur að vera, skrifum þetta bara, heildar flatarmál, það segja bara bláa ferningsins, er bara grunnlínan sinnum hæð og grunnlínan er A plus B. Þannig þetta er bara A plus B í öðru. En við getum líka litið á þetta annan hátt. Við getum hort á alla þessa 4 þríhyrninga hérna, og við kunum að reikna flatamál þríhyrnings. A sinnum B deilt með 2 og það er kannski ennþá léttara að taka bara 2 og 2 saman. Þannig að þetta hér er rétthyrningur. Við leggjum það saman og flatamál þeirra er ekki A sinnum B plus A sinnum B og kannski held ég bara áfram. Plus A sinnum. Flatamál þessa hérna er A, B deilt með 2. Grunnlínan sinnum hæð deilt með 2. Og hér hef ég líka A sinnum B deilt með 2, A sinnum B deilt með 2 og A sinnum B deilt með 2. Og flatamál þessa svarta, minni ferningsins, er náttúrulega C í öðru, grunnlínan sinnum hæð. Allar upplýsingar koma fram, tala ekki ef ég set svona tákn hér það að hér sé rétt á. Þannig að ef ég horfi nú bara á það sem að stendur á blaðinu, þá hef ég 4 stykki sem að hafa þetta flatamál, A, B deilt með 2, 4 þríhyrninga. Og svo hef ég líka C í öðru. Ég er ekki sammála því að þetta er alveg rétt jafna. Ég er bara að horfa á sama hlutin á 2 ólíka vegu. Nú ætla ég að margfalda upp úr vinstri hlið og bera saman við hægri hlið. Athugið að munurinn á þessu og því sem ég gerði áðan er sá að ég veit núna fyrirfram að þetta er satt. Sjáðu muninn. Þegar ég sýni eitthvað sem er satt, þá má ég ekki gefa mér niðurstöðuna, en nú veit ég niðurstöðuna. Þannig ég get skrifað vinstri hliðina A í öðru plus 2AB plus B í öðru og hægri hliðina, þá fæ ég 2AB, hér hef ég C í öðru. Hvað er eins? Ég get stytt það út sem er eins og við sjáum að hér er 2AB og hér er 2AB, þannig ég get lagt mínus 2AB við beggja vegna jafnamerkisins. Þar með er þessi jafna komin. En ég varð að hafa réttindan
Ég þurfti að hafa rétt það. Ég gæti ekki verið með tigla, til dæmis. Eða samsíðunga sem voru ekki réttind. Það þessi hérna jafna sem að gerir okkur lífið svo létt. Og það sem meira að hún líka sönn í 3 vítum, 4 og 5. Og standi ekki í bókinni, þá mjög auðvelt að sjá en að ef við höfum hér x ás og y ás, nú erum við bara búin að setja blaðið okkar svona upp og setja og við skulum reyna að sjá fyrir okkur einhvern punkt sem í rúminu og við skulum taka ofanvarpans hérna og niður á x í stéttuna og það er þetta að mæla það, ofanvarpið. Hér þurfum við að sjá fyrir okkur að þetta er rétt horn. Við erum bara að reyna að setja skynjun fram á flöt. Ef við höldum áfram að kasta á lóðlínum, þá er við hérna og hér. Ef þetta er A og þetta er B, þá höfum við hér rétt horn, ekki? Og hér rétt horn. Þá er þessi hérna hlið, ef við draugum nú rætur, hún er rótin af A í öðru pluss B í öðru. Gætum sem hann kalla hann að C. Bara því við erum að skoða lengdir. En ég ætla að kalla þessa hérna hæð C. Og ég ætla að kalla þessa löngu hlið, fjarlægðina út í punktinn í rúminu D. Aftur getum við núna beitt reglu Pýþagórasar bara í rúminu. Það er að segja, nú skerum við lítum bara á þetta hérna sem sléttu. Hér höfum við einvíðastærð og hér höfum við einvíðastærð og aftur getum við séð fyrir okkur, við erum að horfa einhvern veginn inn í blaðið, að hér má smíða, bregst manni kannski bóðlistin, aftur má reisa ferninga hér. Svoleiðis að B í öðru er þessi hérna stærð í öðru veldi sem er A í öðru pluss B í öðru og svo þessi hérna stærð í öðru veldi. Þannig að nú getum við notað reglum Pýþagórasar til dæmis til þess að mæla lengd viðra, að mæla lengd strika frá einhverjum velskilgreindum upphafspunktum. Og það er þægilegt að hafa hann bara alltaf 0 og þá getur annað kemur ljós. Auðvitað getum við ákveðið að mæla frá öðrum stað og það er ekkert erfitt heldur. Hérna hvet ég ykkur bara til þess að taka blað og penna og svona reyna að rissa þetta upp. Þarna á maður ekkert vera að vandast, en sérstaklega maður er bara að reyna að ná ákveðinni tilfinningu. Og GeoG bara gerir allt ákvæðlega vel. Erum við að fara að nota mikið þrívídd? Já. En sjáu þið kannski hugmyndina að þrívídd er eiginlega bara tvívídd. Sem að skerst. Já, við getum alltaf skorið þrívíddina upp í svona blöð eða sléttur eða hvernig við viljum hugsa það. Það er það sem leysir allt fyrir okkur. Þetta var náttúrulega kannski óábyrgt að segja þetta en ég er svona að reyna að koma bara fram fyrir ákveðinni hugmynd. Sjáðu hvernig Pýþagóras var einfaldur af því að við fórum með þrívíddina einhvern veginn í tvívídd í rúminu. Þá kemur ákveðlega mikilvæg jafna sem að forngrikkir vissu og við verðum eiginlega að byrja söguna frá grunni en forngrikkir höfðu sérstakan áhuga á svokallum pýþagórskum þrendum. Það er að segja, að skrifa það, pýþagórsk þrend. Og ég ætla bara að segja ykkur hvað það svo getið þið lesið ítarlega um það. Pýþagórsk þrend er samanstendur á talningum. Talningar eru sumir kalla talningar bara náttúrulega tölur. Minnsta talningin er 1, 2, og 3. En Pýþagórsk þrend samanstendur á talningum sem að uppfylla jöfnu Pýþagórs. Það er að segja A er talning
D er talning og C er talning. Bara að venjast táknmálinu. Bara minni á það, maður setur stundum þennan ástrík hérna upp þess að taka nullið úr talnakerfinu sem maður er með. Og Pýþagórsk þrennd hérna er ég búinn að segja hvað ég er með. Ég er með 3 talningar. Þannig að ef að C er stærst þá er A í öðru pluss B í öðru jafnt og C í öðru. Og frægasta talningin er smiðstrýhyrningurinn. Fyrirgefið Pýþagórska þrendin ætla ég að segja. Þá fer maður 3 til hægri, kannski bara fara 4. 3 upp, þá verður þessi 5. Þess að þetta er 3, þetta A og B er 4 og C verður 5. Hér er rétt horn. Og því meina alltaf ekki bara trúa mér, þið verðið að aðtrúa það. Og það er að segja, ég vil skrifa núna formúluna fyrst. A í öðru pluss B í öðru er 3 í öðru pluss 4 í öðru. Þetta er 9, þetta er 16, þetta er 25. En það er nákvæmlega 5 í öðru, sem er C í öðruvendi. Þannig ég byrja að lesa hér. MATLAB sýnir til dæmis aldrei þessa millireikninga. Það segir bara, þetta er satt. En við þurfum að gera þetta. En það er dálítið gott fyrir það sem les að sýna þetta sem ég byrjaði með. Svo koma millireikningar og þeir eru óyggjandi og ég enda með að sýna. Þetta er þá Pýþagórsk þrennd. Þetta er regla Pýþagórasar fyrir talningar. Það sem að forngrikkjum tókst var að segja allt í lagi, gott og vel. Það skiptir máli og þetta skiptir þetta máli þegar maður voru löngu fyrir Babýloníu menn voru með þetta súmerar og skiljanlega vegna þess að menn voru alltaf að smíða ávítuskurði, þetta reikna út alls konar halla og svo mörg not, reistu til dæmis pól einhvers staðar, sólin skín hér og frá einslögun vildi menn til dæmis smíða sól úr. Veltaði því fyrir sér hvað þessi veggur hérna var í hár með því að setja kannski bara einhverja litla spýtu hér, mæla hana, búa sér til falla-töflur. Það var mjög mikið verk. Og ef að þetta er náttúrulega eitthvað sem við getum mælt. Af því að við erum kannski stödd á jörðinni. Og þetta getum við mælt. Þetta getum við mælt. Af því að þetta er svo lítið. Og þetta getum við mælt. Þá sjáum við til dæmis að ef að þetta er talan A, þetta er talan B og þessum við segja að þetta sé C, en við vitum ekki hvað D er. En þetta hér er eitthvað hopp sem maður er að fletta upp á. Það er bara þetta. Og þurfum ekki eins og náði að halda. Því að einslögun segir að B á móti A, sem er þekkt stærð, er eins og D á móti C. Eina staðinn sem er ekki þekkt í þessari jöfnu er D. Þar með getum við fundið hvað D er. B getum við mælt, A getum við mælt og C getum við mælt. Þar með vitum við hvað til dæmis veggur er hár eða hvað það nú er sem við viljum gera. Gott og vel. Er hægt að smíða Pýþagórskar þrenndir með einhverju þægilegri aðferð?
Og þetta kunnu fótgrikkir. Þeir sögðu, og við þurfum að útskýra líka síðar, hvernig þetta dettur út. Og við verðum eiginlega að gera það bara með því að skera hring. Og þau segja allt í lagi. Ef ég læt nú M og N vera einhverjar talningar. 1, 2, 3, 4, 5 og svo framvegis. Og þið ætlaðu að leysa eitt svona verkefni heima. Og A er hliðið þríhyrningi, B er hliðið þríhyrningi og C er langhliðin. Þá uppgötvuðu þeir þessa merkilegu jöfnur að ef við setjum M í annað veldi og drögum frá því N í annað öðru veldi. Ef við skoðum margfaldið M sinnum N og tvöföldum og C er M í öðru pluss N í öðru, þá fáum við Pýþagórska þrennu. Það er ekkert annað heldur en að sanna þetta. Ég þarf að sýna að ég fái A í öðru pluss B í öðru er jafnt og C í öðru. Og það er bara algebra. Við getum lagt af stað. Þeir típunkt, hér hefst í handa. A í öðru pluss B í öðru er M í öðru mínus N í öðru, allt í öðru pluss 2M N í öðru, margfaldur búið svifum. Það er þá M í öðru mínus 2 sinnum margfeldi liðana, það er M í öðru, N í öðru. Svo þessi hérna í öðru veldi, pluss N í öðru, allt í öðru. Svo þarf ég að taka þennan, nota veldareglur, pluss 2 í öðru er 4, M í öðru, N í öðru. Ég þarf að sýna að þessi stærð kom út í öðru veldi. Og það er ekkert að gera annað heldur en að reikna. Líður nú við. Hvernig má einfalda þetta? Er eitthvað sem að liðast upp? Hvaða stærðir eru sambærilegar? Hérna er mér 4 stykki af einhverju. Svo tek ég, það er M í öðru, N í öðru, og tek 2 frá. Þannig ég hef hér M í öðru. Þetta má ég skrifa M í 4 þá. En ég ætla ekki að gera það. Pluss 2 sinnum M í öðru, N í öðru. Pluss N í öðru, allt í öðru. Getum við þáttu þetta í 2 sviða. Það er bara að prófa. Það verður að vera sama í þeim. Svona gerir maður nú þegar maður er að rifja upp. M í öðru hér, M í öðru hér, það verður M í 4. Þessi sinnum þessi verður þessi, fínt er. Og nú prófa ég þennan. Om N í öðru og N í öðru. Og setjum pluss á milli. Og ég margfaldur upp á svigum aftur, til þess að þetta gott hjá hann reiknar rétt. Jú, þá fæ ég þetta. En þetta er ekkert annað heldur en M í öðru pluss N í öðru, allt í öðru. En það er nákvæmlega það sem að C-ið er í öðru veldi. Þannig að ef við veljum tölur á handahófi, þá fáum við alltaf réttinda þríhyrning með þessum jöfnum. Þetta verður síðan í meðförum svona, ég voru að segja þróunarsögunni. Þetta verður alltaf þessum hornaförnusögunni sem nota, smátt og smátt. Og við getum bara prófað. Með uppáhaldstalningu. Nei. En þú? Nei, ekki. Eigið engar svona hjartfólgna tölur? Ég gerir ykkur vænt 7. 9. M er 9. Þá áttur ykkur N.
vera hvað sem er. Það er bara talning. Já. 12. Stórar tölur. 12. Jæja. Þá er A, M í öðru mínus N í öðru, það er 81 mínus 144. Og hvað er 81 mínus 144? Núna getur við fengið mínustöðum. Og við reiknum bara svona. 1 frá 4 er 3. Hérna þurfum við að taka láni. 14 og 8 frá eru 6. Það er 63. Og B er 2mn. Og það er þá 10 sinnum 9 sinnum 12. 18 sinnum 12. Það hugsaði svoleiðis. 18 sinnum 12. Hvað er meðaltalið 18 og 12? Það er ekki 15. Þannig að þetta hlýtur að vera saman á 15 í öðru. Og hvað munar miklu á 15 og 18 eða 15 og 12? Það er 3. Þannig að þetta er 225 mínus 9. Sem eru 216. Ég er bara að nota samangangareglu. Bara að rifja hans upp með ykkur. En það er þægilegt að reikna með bara gömlu góðu reglunum. Fínt er, svo verðum við kannski bara að grípa í vasareiknið. Það er A í öðru pluss B í öðru. Það er 63 í öðruveldi pluss 216 í öðruveldi. Ef að fá tölu. 3969. 3969. 46.656. Og 46.656. Og summan 50.625. Jæja, C í öðru. Ef að tók hvað það er. C er M í öðru pluss N í öðru. Og þau veldu 9 og 12. Níu og 12. 9 í öðru pluss 12 í öðru. Jæja, það er bara eins og áðan. 81 pluss 144. Getur við reiknað það í huganum? 225. Og 225 sinnum 225. Kunnum við ekki eitthvað skemmtilega leið til þess að reikna það? $225 í öðru ekki. Já, það er 50.625. Þannig að við smíðum réttinda þríhyrning með þessum tölum. Bara valdar að handa. Og á þessu byrjar þetta allt saman. Svona athugunum. Þá tökum við eftir einu að ef að ég get haft langhliðina 1, haft svo kallaðan staðlaðan þríhyrning eða einingaþrend, þá er ég komin svona á þann stað sem ég var með áðan. Muni ég sagði kós í öðru pluss sín í öðru er 1. Þetta er eitthvað í öðruveldi pluss eitthvað annað í öðruveldi. Kósinus og sínus. Langhliðin er 1. Ef ég get alltaf búið til eitthvað sem er langlið 1, þá er raunin að búa til snúning. Þannig hvað að segja x er a-ið á móti c-inu og y er b-ið á móti c-inu. Og við munum hvað það var. M í öðru mínus n í öðru deilt með m í öðru pluss n í öðru.
og B var 2mn á móti m í öðru pluss n í öðru. Við þurfum reyndar ekki á hægri hliðinni þarna að halda, þess sem lengst til hægri. Því að ef við reiknum núna, hvað af því við vitum að a í öðru pluss b í öðru með þessu formúlum c í öðru. Hvað x í öðru pluss y í öðru? Og við reiknum x í öðru pluss y í öðru a á móti c í öðru veldi pluss b á móti c í öðru veldi. Gerum samnefnt, þá fáum við nefnarann c í öðru upp á striki a í öðru pluss b í öðru, en a í öðru pluss b í öðru c í öðru. Þannig að við fengið 1. Þess vegna þetta hérna kósinus. Þetta hérna sínus. Og í deilt með x verður tangens. En það sem við þurfum að gera að lofa bara meira heldur en talningum að vera með. Láta bara m og n vera hvað sem er. Og næsta skref í þróunarsögunni að segja en gaman. Þarna hef ég búið til eitthvað sem hefur staðlaða langlíf, alltaf 1. Það er gott að hafa staðlaða langlíf. Við getum prófað það og sé hvað gerist. Og þið ætlið að í rauninni bara framkvæma nokkra æfingar, sérstaklega í MATLAB. Það í rauninni bara það að æfa sig að lesa kóða, skrifa þetta og sjá hvernig þetta verkar. Bara að fá tilfinning fyrir hlutunum. Maður verður alltaf fikkt í þessu til þess að ná tökum á þessu. Ég ekki gert í fyrsta sinn. Næsta hugmynd býsna góð. Hún að segja ég ætla að smíða með stærð T og vona á að vera þetta M á móti N. Þetta 3 strik. Og leið ég gerir það, þá get ég gert x-ið og y-ið sem þetta stendur víddalaust. Ég vil að sjá sjáðu hér. Hér ég með þennan. Hérna er með m í öðru. Hérna er með n í öðru. M í öðru og n í öðru. Ef ég stytti nú með n í öðru, stytti bara hér með n í öðru, þá hef ég skrifað þetta x sem falla t. Hún ein breyta í staðinn fyrir 2. Ég mátti velja m-ið og n-ið hvernig sem vera skal. Bara einhverja talningar. Þannig að t-ið bara almennt brot. Er það ekki? Það bara almennt brot. Svoleiðis að ef ég skrifa nú í næstu atriðinu, x m í öðru mínus n í öðru á móti m í öðru pluss n í öðru og svo styttum við bara eins og þegar við erum að stytta almennbrot að deila alls staðar með m í öðru. Svona. Nei, m í öðru. Svona. Og ég held bara áfram að reikna. Fast hérna. Allir strálan. Svona, n í öðru. M í öðru. Svona. Allt í lagi, nú einföldum við. Þetta er 1. Ég ætla að leita veldareglum á þetta. Veldareglum á hér. Þetta er 1.
og vendareglum hér. Sko, þetta hefði verið flottara ef ég hefði deilt með já, nei, ég ætla að skipta um skoðun. Fyrst ég fór nú þessa leið. Það má nefnilega ýmislegt. En þetta komið skemmtilegar út ef ég segi núna bara N á móti M. Það er líka alveg gott. Fæ ég þá ekki hérna 1 mínus N á móti M í öðru deilt með 1 pluss N á móti M í öðru. Það er ekki sammála þessu. Bara velderflöfum. En þetta er nákvæmlega 1 mínus T í öðru deilt með 1 pluss T í öðru. Á sama hátt, nákvæmlega sama hátt, fæ ég að upsilonið verður T á móti 1 pluss T í öðru. Og á nákvæmlega sama hátt fæ ég að X, upsilon á móti X verður 2T á móti 1 mínus T í öðru. Svona. Og svo fáið ég það sem æfingar til þess að klára að sína bara í-ið og í á móti X verður svona. Í er lóðrétt færsla, X er lárétt færsla og við lítum alltaf það svona sem einhvers konar tangens eða hallatölu. Fínt er, þá erum við komið með þetta. Þannig að næsta sem við segjum er gott og vel. Hér höfum við þríhyrning og þessi hérna hæð er 2T móti 1 pluss T í öðru. Það er í. Og þetta hér er 1 mínus T í öðru á móti 1 pluss T í öðru. Við vorum búin að sjá að þetta er 1. Þannig að, og ef að við getum fundið út einhverja aðferð til þess að mæla horn skynsamlega, þá notum við bara gráðubúa. Og það sem við notum í öll þessi ár. Við þurfum bara að setja jafn til að kvarða á hring. En þá sjáum við að þetta hér er kósínus á horninu og þetta hér er sínus á þessu horni. Og það er mjög eðlilegt að nota bara fyrst gráðu. Það sem við gerum síðan síðast. Bara leið út allar hornafaldarreglur með þessu. Það kemur nefnilega í ljós. Það kemur nefnilega í ljós að ef þetta hérna hornið heiti þetta, að T-ið er nákvæmlega tangens af helmingnum á horninu og við munum sanna það. Ef við kannski komumst í það í dag, kannski komumst í það á fimmtudaginn. Þetta er nefnilega þessi staðreynd sem að gera það verkum að allar hornafallarreglur detta út. Þetta þýðir að, sjáu þið, ef að þetta hérna er nú í alvörunni sínus og þetta hér er í alvörunni kósínus, eða kósínus og þetta er tangens af ykkur horni, þá stendur hérna að kósínus er 1 mínus tangens í öðru af ykkur horni. Sem er helmingi minna. Og sínus að ykkur horni þetta er tvisvar sinnum tangens á hálfu horninu á móti 1 pluss tangens á hálfu horninu.
Við skulum sjá hvað gerist ef við setjum þetta bara inn. Athugið að nú er ég bara að segja ykkur niðurstöðu sem við þurfum að sanna. Og það er ekkert erfitt. Af því við erum búin að læra eðlisfræði og rúmfræði. Við munum sanna reglu Þalesar. Regla Þalesar, ég ætla bara að teikna mynd af henni. Og hún segir aðeins þetta. Að ef við höfum strik sem liggur í gegnum miðju rings. Nei, ég bara kalla þetta austur og vestur. Og veljum síðan punkta handahofi á hringjaðarinum. Þetta. U. Og svo drögum við línu AU og VU. Að regla Þalesar segir að þetta hérna horn verði alltaf 90 gráður. Alveg sama hvernig þið prófið að setja annan punkt, kannski er þetta U1 og þetta er U2. Þetta hérna horn er alltaf 90 gráður. Og við erum hólpin að mörgu leyti ef við höfum eitthvað sem er hornrétt, þverstæða, línu, þverstæða strik. Kannski ættu við bara að sanna hana snöggast. Það er svona nokkuð veginn staðlað, það er alltaf að sanna reglu Þalesar. Og það er ekki dóðan erfitt. Ég ætla að gera það mjög óformlega hér. En hjálpið mér að sjá þetta. Ég ætla bara að stróka út. Þennan hérna. Get ekki þetta svona. Jú. Það sem maður þarf að gera er náttúrulega að smíða sér eitthvað nöfn. Og hvað segir maður að kalla þetta hérna horn bara alfa og þetta er beta. Nú megið þið fikta. Þið megið fikta í myndinni eins og þið viljið. En við þurfum einhvern veginn að sýna að þetta hérna horn, þá bara alfa, beta, gamma, það er næst í stafrófinu. Við þurfum að sýna að gamma sé 90 gráður. Og af því við erum búin að vera í eðlisfræði og fræði, þá eigum við alltaf að reyna að draga strik frá einum punkti til annars. Hvar er laust pláss á þessari flatarmynd? Við kallum þennan O að þennan í miðinni. Það er nagli þarna í miðinni. Getur við ekki gert eitthvað við hann? Náum okkur bara í spotta. Drengjum hann hér. Hvert vil ég fara með spottan? Þetta er komið nagli. Já, prófum bara. Af því að maður veit svo sem aldrei neitt fyrirfram. Við prófum þetta bara. Þessi hringur hefur miðju í O, en hann hefur líka eitthvað geisla. Við vitum ekki hver hann er. Hvort hann bara R. Þannig að AO er R. Það er ekki. Það er geislinn. AO er R. Og OVAF er R. En hvað segir OU? Það er líka. Allt í lagi. Þríhyrningurinn A. Ég ætla ekki að hafa þetta fótskrift á hennu. Það er ekki. Hvað segir þið þennan þríhyrning hérna? A. Segir bara A og U. Það er bara nafngift á þríhyrningi hérna. Þríhyrningurinn A og U. Hvað er þetta að segja hann? Hann er með tvær hliðar sem er jafnlangar. Það sé jafnarma. Það er þríhyrningurinn A og U er
jafnarma. Hjálpar það okkur eitthvað með hornin? Þetta hérna horn er kallað hornið OAU. Þess að hornið OAU, við sem að setja hornpunktinn í miðjuna. Það er, við ætlum að kalla það alfa. Hvað segir hornið AUO? Þetta er hérna horn. Hornpunkturinn er í miðjunni. Hvað er þetta hérna horn stórt? Jafnstórt. Það er líka alfa. Við höfum þó eitthvað. Ég ætla að skrifa þetta hann svona inn á myndina. Þannig að þetta er alfa, þetta hérna. Ítir, þá skulum við ráðast á hinn þríhyrningin sem við fengum bara með að draga þetta inn að strik. Það er hérna horn. Alltaf fyrst skulum við ráða í þríhyrningin, hann heitir núna OAFU. Þríhyrningurinn OAFU er hvað? Hann er líka jafnarma. Hann hefur tvær hliðar sem eru R að lengd. Er jafnarma. Flott. Allt í lagi. Hvað getum við þá sagt um þetta hérna horn? Það er beta. Jafnarma. Við höfðum að þetta hérna horn, við köllum það bara eitthvað. Það heitir beta, þetta er hornið OVAFU. Við höfum að hornið OVAFU er beta. Þá er líka hornið, það sagði okkur bara í nafngiftum. Hvað kallið þetta hérna horn? Sem að það eru 2 arma frá U. Já, það verður verið miðjum. Þannig að við getum kallað þetta horn, við getum kallað OUVAF eða VAFUO. Af því að þeim var alveg sama. Þeir líta bara horn til ákveða staði fólkvikir. Við höfum ekki til annað að gera hvort þeir. Ef að segja OUVAF. Hornið OUVAF, það er líka beta. Einniðstað enn. Hver hornasumma þríhyrnings er. En maður leggur saman öll horn í þríhyrningi. Já, aðeins að rifja þau upp. Hérna er þríhyrningur. Það er alveg að fæðast. Og svo kunnum við að draga upp samsíða línur. Hérna. Ef þetta er hornið alfa er ekki. Segjum það. Og þetta er beta. Þetta er gamma. Þá er af því að þessar hérna 2 línur. Ég ætla ekki að skýra þér. Bara að það stendur nú í bókinni. Þessi hérna horn eru einslæg. Þetta hérna horn og þetta hérna. Þetta er alfa. Og þetta hérna horn og beta þau eru einslæg. Þess að þau eru jafn stór. Af því að línurnar er samsíða. Það skiptir öllu máli. Og gamma og þetta hérna horn þau eru svo kallað topphorn. Og topphorn er jafn svo. Gamma. Og svo setjum við gráðubógan hér á. Sækir hann bara. Gráðubógin er farðaður þannig að þetta mælir 180 gráður. Skilgreint þannig. Helmingurinn af ári. Og frí í 4 daga bara. Svoleiðis að hornasumma þríhyrnings verður að vera 180 gráður. Getum við þá gert restina? Hvað er gamma? Við höfum að
gamma er orðið alfa pluss beta. Sjáu því. Sammála því. Og svo leggjum við saman. Við vitum að við leggjum saman hornin í þessum þríhyrningi, þá fáum við 180 gráðu horn með þessi. Eða 180 gráðu, ekki horn. Alfa pluss beta pluss gamma er 180 gráðu. Og nú setjum við inn hvað gamma er. Það er alfa pluss beta pluss alfa pluss beta. Hvað hefur margar ölfur? Það er 2, alfa og alfa. Hvað eru margar betur? Það er 2, beta og beta. Svo lesa við tvennt af hvoru. Og þá horfum við á það fyrsta sem við gerðum og það síðasta. Það var tvisvar sinnum eitthvað 180 gráður. Hvað er það þá? 90, með það ekki. Þá er alfa pluss beta kannski ennþá þægilega að segja bara fyrst. Þá er gamma, sem er jú alfa pluss beta. Það er ekki bara nú að deila með 2 hérna í gegnum allt, sjáu þið. Alfa pluss beta er helmingurinn af 180 gráðum. Það er 90 gráður. Svona. Það er best að vera bara með blað og penna og reyna að rissa upp hugmyndina fyrir sig. Bara gera þetta. Átt þessu hugmyndinu. Og svo þegar maður er að prófa sig áfram með stærðfræði, þá er oft gott að hafa evklíðsku rúmfræðina með, eins og hérna. Þetta leysist svolítið held ég þegar maður prófaði sig bara áfram. Að draga strik á milli lausra nagla. Allt í lagi. Og þeir sem eru að hlusta viti þá það að þessi sönnun, hún þarf auðvitað að vera mikið fallegri heldur en ég sett hana fram. Hún er þá á fyrsta hlutaprófi. Bara svo þið vitið þá er ég einnig að gefa 30-40% af því sem kemur á prófun en bara taka eftir. Þá kemur eiginlega rúsínan í pylsuendanum, svona óvænt niðurstaða sem að hjálpa okkur með næstu því hvað sem eftir er. Sjáu þetta hérna horn, út horn þessa hérna þríhyrnings. Þetta hérna horn er alfa og þetta hérna horn er alfa. Hvað ætli þetta hérna horn sé stórt? Hvernig er það þeta? Ef að tala okkur í gegnum það. Við vitum allavega að hér höfum við þríhyrning. Þessi hérna. Þríhyrningurinn A og U. Hvað svo sem þetta hérna horn er, þá verður alfa pluss þetta horn hérna sem við vitum ekki hvað það er. Það verður samanlagt 180 gráður. Ég sammála því. Þannig að þetta hérna horn er 180 gráður mínus 2 alfa. Ég þurfa að teikna þetta betur upp. Nú ætlum við að rýna þess meira í það sem að felst í reglu Þalesar og það er hún sem hjálpar okkur að draga vagninn. Við vorum komið eitthvað svona. Við vorum búin að sanna að þetta hérna horn er 90 gráður. Þetta köllum við alfa, þetta köllum við bara beta. Við fundum miðpunkt ringsins. Við vorum búin að sjá að þetta hérna horn er alfa, þetta hérna horn er beta. Og þetta hérna horn, af því að svona, þetta er nú kannski það horn sem við mestan áhuga á. Það hérna. En það er þetta hérna sem er gefið. Og við sögðum að alfa pluss þetta og þetta horn hér sem ég er núna í. Að horna sem að þrýnist alltaf 180 gráður í sléttu. Það gildir ekki á kúlu, gildir ekki í dal eða í íhvolfum landslægi, það gildir bara á sléttu, en það er svo sem ekki að spá í annað.
Þannig þetta hérna hot hlýtur að vera 180 gráður mínus 2 alfa. Fylgið mér. Prófum bara að leggja saman. Alfa plus 180 mínus 2 alfa. Hvað er það mikið? Það er 180. Þetta plus allt þetta. Þetta er hérna hálfstórt. Við leggjum gráðubóðan hér og mælum. Hvað er þetta plus 180 gráður mínus 2 alfa? Nei, ef ég legg bara gráðubóðan hér, þá fæ ég að 180 gráður mínus 2 alfa plus þetta, en það á að vera 180 gráður. En nú erum við 180 gráður beggja vegna jafnamerkisins og þarna stendur bara að þetta er tvöfalt stærri en alfa. Af þessu leiðir að þetta er tvöfalt stærri en alfa. En þið með. Þetta gerir við bara á svona ykkar tíma. Rifsuð þessa myndir með hringfaranum, sannfærist að sé satt og þar með getur farið að gera svolítið merkilega hluti. Út frá reglu Þalesar get ég núna sýnidæmi í bókinni og þetta dæmi er líka aftur á prófi. Það verður sýnidæmi aftast í kaflanum. Það er svona. Við byrjum með hring. Setjum í hann miðju. Setjum í hann austurpunkt. Nei. Vesturpunkt. Við snúum þessu við á hann. Og hérna er austurpunktur. Og svo ætlum við að taka punta handahófi á hringnum. Menn T. En við erum líka með kvarða. Við ætlum að leyfa okkur það. Þannig að við getum mælt. Við viljum reyna að finna hvaða hnit þessi hérna punktur hefur á hringnum. En við verðum að mæla alveg eins og við gerum áðan. Við þurfum að mæla eða fá allt mál hérðan. Hér málsetjum við allt á ásónum. Og það sem við gerum er að skjóta línum. Hér setjum við fast. Hérna. Þá er komið strik hér. Nefnilega, ef við setjum nagla hér, köllum hann bara í. Hér höfum við og þá getum við mælt þetta. Við getum bara hreinlega mælt þetta með málbandi. Og af því við veitum ekki hvað þetta er, þá þurfum við að kalla það einhverju nafni. Þetta er bara einhver tala, T. Þetta er bara tala sem við getum mælt. Og þetta hér er til einföldunar einingarhringurinn. Það er þessi 1 hérna. Hann gefur allt í kynna hvað geislinn er. Þannig við ætlum að skoða einingarhringinn. Það þýðir að við höfum 1 hér. 1 hér og allstað þar sem við höfum geisla og 1 hérna. Svona. Markmiðið er að finna hvaðan hnit hefur þessi punktur og einingarhringur. Ég ætla ekki að kalla hann T. Ég ætla að kalla hann U. Ja, minnir ég hafi gert það í U. Svona. Og við gerum náttúrulega svolítið svipað áðan að það var eiginlega ekki skynsamlegt hjá mér. Það er bara því ég felli lóðlínur sem ég fæ upsilon. Við ætlum við ákváðum að gera það áðan. Nú felli ég lóðlínu frá þessu punkti U á lóðritásinn. Og ég felli lóðlínu á lágritásinn. Það ætlaði ég að kalla X. Bara svo ég sé samræmi með sjálfan mig. En þessi hérna, það er fínt að kalla hann T. Bara því að málið var litla T. Punktur stór,
mál lítið stafl. Og það er eins og reglu Thalesar, þá er þetta alfa. Nú, ég man líka á reglu Thalesar, það gat verið gott að nota hana hér. Og hér fæ ég töluvert að einslaga þríhyrningum. Þetta hét beta hjá okkur áðan líka. Má ég segja, er augljóst að þetta er hornið alfa líka? Eða er það ekki? Það var aðeins að reyna að færa rök fyrir því akkur þetta hljótu vera hornið alfa. Þið með einhverja hugmynd? Já, hérna hefur 90 gráður. Hérna hefur 90 gráður. Og já, við vitum allavega að þetta hérna horn er líka alfa. Það kannski hjálpar okkur ekki endilega. Já, þeir eru eins móta. Nei, þeir eru eins laga, já. Ég ætla að lofa ykkur aðeins að nú bara veltaði fyrir ykkur. En þríhyrningarnir, þríhyrningurinn, svo skulum við stilla hann rétt að. Þríhyrningurinn sem er fyrir hér, VAF X U, hann heitir VAF X U. Þríhyrningurinn VAF X U er nákvæmlega eins í laginu og þríhyrningurinn, það þarf ég að draga rétt upp. Getum við séð fyrir okkur að við getum tekið þennan hérna þríhyrning og farið með þetta horn hingað. Lyfta honum bara upp á blaðinu og fært hann þannig að þetta horn komi hingað. Og þá getum við skráð hornpunktan á sama hátt. Hann er nákvæmlega eins í laginu og U, hvað er að segja, X, sjáðu því, VAF X U er eins og UXA. Það er samanlega því. Já, UXA. Allt í lagi. Og það eru fleiri sem eru eins og þessi í laginu, einslaga. Sjáu þið fleiri. Hvað sagði? AUVAF. Hvernig sjáum við það? Hann inniheldur alfa, hann inniheldur beta og hann er með 90 gráðu horn. Akkurat. Þannig að við höfum líka það að byrja að draga í alfa. Ef þá ekki að draga hann hérðan, við byrjum alltaf að draga í horninu alfa, þá er það VAF UA. Ef við snúum hann við og leggjum hann, já, VAF UA. VAF UA. Við getum sótt okkur meira. VAF og T. Hann er nefnilega mikilvægur. Þess að þessi hérna, VAF og T, já. Þessi eru allir eins í laginu. Þeir eru ekki jafnstórir, en þeir eru einslaga. Flottur. Þannig að við getum sagt VAF og T. U, X. Nei, hann er nefnilega sko, hann hefur hornið þeta sem við vorum með á. Það er ekki UXO.
x, o. Þetta þeta er nefnilega tvöfalt stærra heldur en alfa. Það er það sem þalið gaf okkur. Allt í lagi. Svo förum við nú að svipaðu áðan að færa þetta o hingað. Að hvað myndum við kalla þessa lengd hér? Lítið x. Lítið x er OX. Það er svo við byrjuðum bara. Og hérna. Já, hvað myndum við kalla þessa hlið hér? Já, það var frá. Lítið upsilon. Og þetta getur verið OI eða getur við sagt eitthvað meira. Þess að ferðalagi hér og nú allavega hingað. Það er lítið upsilon, það er sama og XU er ekki. Af því að við dróum lóðlínu. Nú, ég hef litið eitthvað villast á klukkuna, hún er á meiri 10. Ef við ekki að taka 1-2 skref enn, það sem þið ætlið að sýna með því að reisa flatamyndir, til að sýna ykkur hvað þessu við vildum fá með þessu. Við ætlum að skýra sko, já, hérna er exit, við erum búin að skýra það. Við viljum vita hvernig við eigum að staðsetja þennan punkt U miðað við, það er að segja með xi og með y. Þannig við erum með x hér og við erum með y hér, en við viljum að komi t í staðinn fyrir allt. Það sem við viljum sýna er að x sé 1 mínus t í öðru, þannig þetta er ekki alveg út í bláinn það sem við verðum að gera á þann. Og upsilonið verður 2t deilt með 1 pluss t í öðru. Það er að sýna þetta sé eitthvað sem við ráðum ekkert við. Þetta bara kemur. Þetta er heila á randi. Og það eina sem við getum gert er að reyna að stilla saman hlutföllum, einslaga þríhyrninga. Og hvernig á maður að vinna með svona? Aðeins bara komum ykkur að stað og þið klárið þetta. Og nú man ég ekki hvort ég er búin að segja það, en þetta er á fyrsta hlutafrófi. Það að gera þetta. Teikna þessa mynd og sýna. Þetta er x, þetta er y, þetta kemur út, áður út. Og hér er ekkert annað að gera, þannig að hætta, heldur en að þykta. Og við erum búin að stilla þeim þannig upp af því við dróum alltaf frá horninu sem við skilum alfa eftir það sem við köllum kósinus. Já, ég dró alltaf, byrjaði á kósinus hvers þríhyrnings og síðan í sínus og tók svo langhlið. Ég dró alltaf kósinus, alltaf á móti kósinus, sínus, það var hverju horni. Það þýðir að við getum strax sagt til dæmis að lengdin VF(x) á móti UX er til dæmis sama og VU á móti UA. Og það sem ég þarf að gera er að fikra mig áfram þangað til ég fæ það sem ég vil. Ég vil finna x og ég vil finna y og það má bara eina sem ég hef, það er málbandið sem mælir þessa lengd hér. Ég verð að hafa alvöru mál, ég verð að hafa málsett þetta. Þannig að það sem maður getur byrjað að gera er að segja þessi hérna við getum til dæmis byrjað á einhverju svona og það veit enginn fyrirfram hvernig á að byrja. Er þið með? Maður þarf að fikta í þessu. En við getum alltaf að prófa einhverju svona að t á móti einum, þetta er svona eins og sínus á móti kósinus. Það er að segja TO,
ef ég byrja þessum hér, TO, þá get ég séð hvað á við á móti. TO á móti UA eða TO á móti AX eða TO á móti UX eitthvað annað para punktum. Ég á þessi marga möguleika. Ég get sagt að ef ég skoð þennan að OT eða TO á móti hver áhugaverður, ég veit það ekki en þá, UA, þá valdi ég 2 síðustu punktana saman. Nú ætla ég að velja eitthvað annað, kannski fyrsta og þriðja saman. Það til dæmis eins og VAF T á móti VAF A. VAF T á móti VAF A. En nú þarf ég að setja inn málin. Hvað er OT? OT, það er málið T. Þannig ég get skrifað T. Hvað er UA? Hvaða mál hefur UA? Þá sé ég strax að það er frekar óheppilegt að velja þennan. Ég veit minnst þennan. Er þið með? Þannig að ég ætla að geyma þennan og gera það sama, en ég prófa kannski frekar þennan hér. Aftur hvort að hann hjálpi mér eitthvað. Og ef þið gefist upp, þá ykkur ykkur áfram bara eftir sýnidæminu. En prófið þið, fáið tilfinningu fyrir þessu. En við verðum víst að hætta, það var ekkert kaffi eða neitt. Ég byrst þar afsökunar. Ég gleymi mig bara íðulega ef ég fer að reikna og þið megið bara alveg rétt upp hönd og segja að það komið kaffilínur. Þannig að við séum þetta gott og við höldum bara áfram með þetta og reynum að negla þetta bara svolítið niður, hornaföllin og smíðum frá grunni bara á miðvikudaginn kemur. Eru einhverjar spurningar? Þá er þetta ekki erfitt. Það er gott að heyra. Það láti ykkur vita því að ég get bara verið til 2 í dag. Ég er ekki viss að þau komist eftir 2. Ég veit ykkur samt sem áður til þess að hafa viðveru. Það eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Þetta er laus. Og leiknum. Takk fyrir í dag. Ég er ekki búinn að drepa á. Svona.